Hvað held ég? Gauðra með stæla, Unnar, Ingi, Tómas, heils ykkur hérna á skjánum, eirónum. A.k.a. Scorpion, a.k.a. Sniper, a.k.a. King Kong. Ok. Sniper, Kissi kallar mig Sniper. Já, Kissi kallar mig Sniper. Tommi, Scorpion. Scorpion, 35 ára. Droppa að like eða við tökum aftur parkour-vídeó. Hvernig gætum við gert það? Hendi annað parkour-vídeó? Við þurfum 100% að gera það. Eða parkour eða bara eitthvað annað svona eitthvað. Við gerum parkour, svo gerum við skúter. Það var svona basically sama koncept, nefnum bara með skúter. Getum gert eitthvað annað svona? Það er 100%. Gera svona viðtal-type. Já. Það fólk skilur ekki sko, ástæðan okkur að við erum ekki búin að gera nú þegar þeir skilja ekki hversu mikið vesen að taka upp sem þess að parkour-vídeó og skúter-vídeó, veist. Þetta er svona 3 tíma mission í bæ, taka upp ykkur skot, ykkur fucking, það er mjög gaman hérna að taka þetta upp. Við erum bara ekki að hoppa inn eitthvað að kletta og svona færa að vera svona lítill aftur einhvern veginn. En bara leika sér eitthvað, en svona vesen líka bara að klippa þetta tekur fucking að klippa. Já, þetta er 7 tíma klippið sem bara per myndmátt sko, þetta er. Já. Líka þegar við tökum allt og mikið að klikkum. Já, þetta er bara endast, við þurfum að gefa þetta eitthvað bloopers á þessu sitti, sko. Alltaf nóga bloopers. Já, en herðu, velkomin, gleðilegan mánudag, GSM Gang. GSM Gang. GSM Gang, maður, shit, og hérna bara takk kærlega fyrir að hlusta á þættina. We love the love. We love the love. Yes. Og eins og við gerðum síðast þætti og þar síðast þætti, nýja konceptið okkar, við viljum að byrja að lesa upp komment. Já. Því að þið eru búin að vera duglega að kommenta, sko. Damn right. Svo sannarlega, sko. Þannig að við ætlum að lesa upp kommentum frá 4. þætti eftir erum í keppnina. Ef þið ekki maður hlusta á þann þátt, do that right now, því að eftir erum í keppnina var helvítið skemmtileg, sko. Mjög góð. Já. Stoppin. Takk Gísla Pálma á þetta shit, sko. Koppin. Ok, fyrsta komment, Kormákur 03, hann kommentar, Unnar að hendi accidental goon, top gooner í caps. Já. Var ég eitthvað goon í þessu? Hvað er hann að tala um það? Þetta er góð vinur minn, hann heitir Kormákur, kallaði Kommi. Kommi? Já, King Kommi, sko. King Kong. Og hann er sjálfur gúnur, ég held að hann sé að reyna að koma mér eitthvað í skítin hérna. En bara ég er bara til að vera gúnur, sko. Flottu gúnir. Lukas Stormur kommentar, elska að hlusta á ykkur í vinnunni eða bara heima, sko. Bjargi alltaf mánudeginum. Það er bara svo þessi emoji. Já, ég sá þetta komment, það er bara, respect. Já, takk Lukas, það er bara geðveikt. Heiður fyrir okkur að bjarga vinnudeginum, það er bara fucking geðveikt, sko, það er markmiðið okkar að gera góða afþreyingu fyrir fólk, stytta þeim stundar. Egill Nói kommentar, þið þurfa að gera nörda símat. Það er mjög góð hugmynd og við munum 100% gera. Já, og talandi símat, við ætlum að fara í símat í þessum þætti. Þannig í lok þáttar þá ætlum að hendi símat. Við ætlum að, kemur kannski ljós bara þegar við kemur að nei, ok, gefst maður. Við ætlum að hringi í gæludýr.is og gæludýrbúð og við ætlum að vera eitthvað aðeins að flippa í þeim. Þannig að bara þegar kemur, við förum aðeins betur við það í lok þáttar. Allavega Alex Máni kommentar, hvernig er það? Fær maður ekkert shoutout fyrir þessa frábæra hugmynd eftir erum í keppnin? Jú, mátt alveg fá shoutout. Já, bara ég meina huge, ef við gerðum það, ég held að við gerðum það. Við vorum með að skrifa niður, sko. Alex Máni, eitthvað, eftir erum í keppnin, svo sögðum við, við ætlum eftir erum í keppnin. Já. En kannski hef ég glemt að leggja sem nafna þess eitthvað, gefa mér ekki nóg mikið shoutout, en ég bara, fucking huge shoutout Alex Máni, fucking geða dæmi, sko. Thanks. Ég meina bara, þú ert bara partur af GSM Gang núna, sko. Bara, já maður. Þetta maður ráðan í vinnu, sko. Komum eitthvað fleiri liði, sko. Sendum fleiri hugmyndir, Alex. Þú ert með fucking geðveikur hugmyndir. Fucking respect, sko. Nati the Lady 67 67, já, 67 Hún er bara duglega að koma, Nati, sko, Queen Nati. Þurfið að gera svona eftirhermikeppni þar sem einn er að leika og hinn er að giska hver þetta er sem hann er að leika. Þetta er alveg góð pæling líka. Hún er hugmyndarík og Nati, sko. Ég fíla þetta, sko. Já, þetta er ekki pæling, við gerum maður lengt. Stefnir.Styrmisson segir, langa að koma með spurningu fyrir næsta þátt. Hvort er betri, fíll eða krukka? Fíll eða krukka. Hvað, fíll eða svona bara krukka? Já, ég skil þetta ekki alveg. Er ekki bara alltaf fíllinn? Jú, ég fíla fíla. Fílar eru Ég veit flottir, ekki sko. hvernig krukka eru að tala um. Ég er risa tippi og svona. Krukka er hlutur. Ekki tengi mikið við það. Fílar, já, einmitt, ég líka. Fílar er alltaf hana með líf, en krukka, sko. En talandi fílarendar, ég hef talað um að vera í þættinum að ég fór í Asíureysu fyrir 3 ára síðan. Og í Tælandi þá fórum við þá hittum við fíla og við fórum í svona fíla sanctuary og var að trýta á vel hana, einhver áhugur, ég var ekki í einhverju sirkus eitthvað. En við
hittum við fullt af einhverjum fílum og sko, ég vissi það ekki, fíla getur orðið fucking gamli, það var bara 8 fíla það. Það málið? Já, hann bara 8 og svo bara einhverjum krakkafílar þarna og ég er ekki að gæðast, þetta er eitt besta experience sem ég hef nokkuð með æfinni gert. Og bara snerta fíl og fá eitthvað að vera með þeim og gefa þeim banana og eitthvað. Fórstu ekki að fara upp á hérna fíluna? Nei, það er vond, skilur. Þá er það að vera trítað illa, skilur. Ok. Það fara á bak, sko. Maður sér þetta svo oft, sko, fólk er upp á fílum, sko. Það eru margir sem fara illa með það. Já, þetta var svona sanctuary sem var að bjarga af múringur sirkusum. En málið þetta var crazy, sko, bara, eins og sé, bara, þetta var bara besta upplifun sem ég upplifði æfinn, bara vera með einhverjum fílum og hversu hamingjusamir þeir eru þarna, ekkert eðalega gaman, sko, mæli með það. Stórt tippi og svona. Tjekka fílum, málið ok, næsta komment. Önnur fun fact hesta að þeir geta sofið með opin augun svo að þú sérð hest standandi bara að stara út í lofti eru svona 95% líkur að hann sé að hvíla sig. Karin Telma var með þessa. Annar dýr með stórt tippi. Við gráðum vinur. Já, þetta er skemmtilegt, þannig að takk fyrir þessu stund, Karin. Það er samt að líka, það er líka creepy, sko. Já, pældi ég að þeir eru bara sofandi ekki standandi. Já, þeir eru bara standaðina. Já, pældi ég, bara stara á þig eitthvað, bara hey, shit. En þeir eru bara sofandi, sko. Það er smá gæli, sko. Fun fact. Þeir eru sofandi, þeir eru bara að hvíla sig, það er munur, sko. Já, þeir eru bara að hvíla eitthvað. Þú veist, augun eða eitthvað. Nýbúin að borða eitthvað máltíð og bara chilla þarna. Já. En þetta er áhugavert. Takk fyrir þetta, Karin, sko. Þetta var mjög skemmtilegt. Já, ég til í fleiri fun facts. Endilega senda inn, sko. Ingi, ætlar ekki að vera áttu með að setja það logið, eða? Þú ert ekki með þessu? Nei, ég er í því miður ekki með að setja það logið í dag, sko. En það var svona skemmtilega liður, sko. Já, við fyrir 100% í hann aftur, sko. En ok, klárum kommentar, hann fyrir í liðina. Nathan Máni segir: Ég finnst actually crazy að þið hafið tekið hoppbíl ólöglega og sagt frá því í poddinu. Nei, við tókum hann ekki ólöglega. Nei, þetta var þannig sem ekki ólöglega. Það var ekki ólöglegt við þetta, sko. Það var þannig að ég virkaði ekki hjá mér eitthvað að setja, ég var ekki með ökuskírteinið mitt eitthvað. Ég veist að skanna þess að geta sýnt fram á að ég mætti keyra. Þú varst að vera hann tvítur þess að geta keyrt. Já. Eitthvað, við varum ekki að hana? Jú, það var svoleiðis. Þannig að... Það var tvítur að geta keyrt svona bíl, sko. Það var stór bíl. Hvernig gerðu þetta? Ég manna ekki. Fór í síman þinn? Já, þetta virkaði held ég bara í símanum mínum. Já, þetta var ekki hann, eitthvað. Nei, þú varst búin að gera þetta í þínum síma, þannig þú gast ekki gert það aftur. Þannig þú þurftir að gera í mínum síma. Já, þetta var ekki hann. En samt, þú veist, þú keyrðir oft, skilur, ég var ekki að keyra, sko. Já, það var ekkert ólöglegt við þetta. Löggan, ef þið er að hlusta, slakið á. Já, takk Nathan fyrir að take care of it, sko. Já, thanks. Þannig að nú ágjör ykkur. Axel kommentar: Nei, það er ekki skrítið að borða ekki skorpa pítsu. Já, símat og fyndið og skemmtilegt. Takk fyrir þetta er skemmtilegt, já, bara Við erum sammálaðið þessu, borða allan matinn, maður, come on. Ég fíla þetta, ég fíla samt líka að Axel sé að taka þátt í liðum, sko, það sem viljum að hlustundur kommenti, þú veist, heyrðu, mér finnst þetta ekki skrítið, mér finnst þetta skrítið, eða bara svona eitthvað, Ingi væri betri, í hvoru betri, eitthvað svona keppni, komið með sína skoðanir, sko, eða eitthvað sem við erum að tala um í þáttinu og komið með eitthvað skoðun annað inn á kommentin, sko. Komið bara, þú veist, segja bara eitthvað svona. Kommentin eiga að vera crazy, sko, við viljum að fólk fucking dæmdi sig á þinn, sko. Ok, Octavius kommentar, við þurfum að spila Fortnite. Já, þannig að bara Where we dropping, boys? Fortnite, já, þetta er eitthvað nýleikur, já, ekki Fortnite, Fortnite. Alli kommentar: Hey boysar, finnst ykkur ekki gaman í sundi eða sturtu eða eitthvað svoleiðis? Ég þekki eitt sem elskar það. Þetta er allir vinur ykkar, eða? Nei, ég veit ekki hvað þér. Lítur hann ekki svona út, eða? Nei. Er þetta ekki vinur ykkar, eða? Þetta er þetta, veitu hvað, af hverju hann að spyrja okkur hvort að okkur finnst gaman í sundi eða sturtu? Ég veit ekki, ég veit ekki hvernig hann þekkir einhvern, þetta er mjög skemmtilegt. Mér finnst samt alveg gaman í sturtu, sko. Svo er einhvern Besirtir eða eitthvað, hann er með víkingarstafa rúna nafn, ég get ekki lesa það. Ég beðst innilega afsökun fyrir að kalla kæra Inga Gúnur. Ég hafði ekki að kalla það Gúnur. Og það er verið að kalla, þú veist, alla Gúnur í þessu podcasti. Erum við ekki að lífa Gúningin 2025? Jó, ég hætti með Snæey Sverris. Er þetta kannski Snæsverris? Hún er búin að Snæey Já, er þetta kannski Gjalla? Snæi Sverris. Ég veit ekki hvort þessi gaur að Gjalla. Koma það niður í næsta þætti. Það gætir ekki að vera eitthvað óskilgjönd, eitthvað hán eða eitthvað svoleiðis. En hún segir: Elska hana þáttkútarnir mínir. Hann eða hún, bara takk Gjalla eða Snæi. Já, takk. Snæi. Hvað sá hún? Elska hana þáttkútarnir mínir.
Elska þennan þátt, kútatu mínir. Elska Kallar okkur kútatu, ég fíla það. Takk fyrir það. Hún búin að duglega, hún veit maður ekki hvað þetta er. Nei. Hann búin að duglega að kommenta. Þessi manneskja hana á þér maður, come on. Ísak Helgi Tryggvason kommentar, hver skuldar mest? Ef eitthvað að fara að fara Það er Ingi. Jú, reyndar, next month maður, come on. Next month. Og Lotta kommentar, maður fór shoutout. Já, bara minnstum maður, shoutout á Lottu. Shoutout. Queen Lotta. Já, shoutout maður. Þá eru kommenti komin. Já. Ef þá farið hvað maður að gera. Haldið áfram að kommenta maður. Já, bara endilega, já. Þetta er ekki dæla gaman, það er mjög gaman. Kommenta bara allt það sem er. Láttu við vita ef við vilja að við lesum í byrjun og svoleiðis. Ef eitthvað finnst skemmtilegt og... Já, 100% sko. Keep on commenting. Ef farið hans yfir hvað maður að gera þetta, Ingi, hvað er það með? Já, gerum það. Hörru, ég er með top 3 og er þetta skríti. Bara svona the classic. En já, svo kemur eitthvað, skilur. Já, ok. Ég er með hvor betri og Tommi, þú ert með... Ég er með einn glænýjan lið. Já, svo máttalega veitum að byrja. Já. Og svo er hún búin að, já, hún fyrir það, svo er hún alltaf enda þáttan símaði, eins og við tölum hann. Einmitt. Þannig að við ekki bara dempa okkur inn en glænýja lið hjá þér. Hörru, glænýja liður, hvað, Tommi? Þetta er alveg frekar basic liður, en mér langar einhvern veginn, mér langar að fá bara ykkar skoðun og ykkar... Ok, skoðanir með... Já, sem sagt, þessi liður heitir allra tíma. Allra tíma, já. Eða að ykkar mati. Þetta er basically, já, þú veist, allra tíma... Að ykkar mati, mér finnst það gott. Ok. Ég veit það ekki. Að ykkar mati. Ok, gef mér hljóð. What? Að ykkar mati. Já. Ok, flott. Ok, strákar, fyrsta spurning. Hvað er í gangi? Já, herri. Stopp. Veitu, hvernig virkar þessi leikur? Ég er að fara að spyrja ykkur spurningu og það er bara að ykkar mati, bla bla bla, skilur við. Ok. Ja, hver er bla bla að ykkar mati? Ok. Og þið búin. Hver er frægasta manneskja allra tíma að ykkar mati? Fyrsta sem kom í hugan var Michael Jackson. Já, ég líka. Nei, er hann þá ekki bara frægastur? Geir, það fyndi að hugsa báður um hann. Já. Ég byrjaði líka að hugsa þegar ég var að semja spurningu, sko. Trump til dæmis, hann er mjög frægur, at the moment er eitt af frægust í heiminum, en hann er ekki mjög frægur og Michael Jackson, hann var svona frægur kannski, 2016. Ég held að allir vita bara hver Michael Jackson er, en kannski mun bara framtíðin gleyma þessu gæði, sko. Ekkert gleyma hann, alls ekki gleyma hann. Nei, en það mun minka, fræðið mun minka og minka. En svo til dæmis krakkar í dag, ætli einhver, ég veit ekki hver yngstu hlustundur okkar, 10 ára, 12 ára eitthvað, 12 ára kannski, hvenær eru þau fædd úr 12 ára? Wow. 2014? Já, wow. Holy shit, maður. Oh my god. Já, fokk, ég er 22 ára maður. Jesus Christ. Hvernig veist þú um það? Nei, þannig að pæli því, já, ok. En ætli einhver viti ekki, ætli þau viti ekki hver hann er, eitthvað, ég veit ekki. Jú, það lítur. Feð bara eftir uppeldi líka, þú veist. Feð eftir mikið, þú veist, feð bara eftir hvað, já. Ég ætla samt að vera smá leiðilegur, sko. Ég hlusta ekkert á Michael Jackson, mér finnst ég held að hlusta á allt. Ég get örugglega nefnt bara 3 lög með honum eða eitthvað, sko. Ok, nefndu. Billie Jean, Smooth Criminal, hvað er eitthvað eitt, Thriller. Já. Það var léttar en ég held, sko. Billie Jean, Ég hlusta líka ekkert á Michael Jackson, en ég hef ekkert á mótunum. Ég tek tímabil svona 2 árið þar sem ég, rúla lögunum með skegg, þú veist, það er mjög, það er líka gaman að uppgöta nýja lögum með Human Nature. Það var þetta líka gott, sko. Hann er með fullt af bangers, jú, ég þarf að gefa hann það. En ég samt skil ekki hvernig hann var svona frægur, sko. Jú, hann var svo góð performance, hann var svo góð live. Jú, reyndar. Þess vegna var hann góð dansa líka, moonwalkið. Hann dansaði, söng. Náttúrulega, hennar Super Bowl. Já, sjóðan 2003 eitthvað, ég veit ekki. Hann bara stóð þarna einhverja 5 mínútur og fólk var bara öskra og það var að líða yfir fólk. Það er crazy, ég sé, bara sjóðan að sjá vídeo á sjónum sem er bara, fuck maður, gangu og einhvern veginn. Ég held að hann var, það var líka bara svo uník, hann var með svona sín einn dansborð með sitt einn, svona ég hafa hann áferð. Það er komið bíómynd þetta smá, og frenda þessar leikan. Það málið? Já. Shit. Svo var hann alltaf... Já, það var að segja eitthvað frá því. Það var einn TikTok lookalike. Hann lítur út, hann bara all lífið þess er í kringum Michael Jackson. Hann lítur út eins og hann bara gerir vídeo, dansar, að segja dansa og eitthvað. Og hann var að reakta við trailerinn og hann var bara
ógeðslega brjálæður, bara hann var bara eins og hann þetta bara allt lífið hans búið að vera Michael Jackson hann reyna að lenda í einhverju svona movie role eða eitthvað ég ætla að finna en svo veljar hann ekki hann var ekki sáttur, hann var ekki castaður þetta er frændi Michael bróður sonur hans sem að leika, sem ekki kemur svo hann nærum heldur vel heitir ekki sonur hans Blanket Teppi sonur hans Mike Michael Jackson svo náttúrulega hann að apinn hans Michael Jackson á lífi hann held ég orðið 60 eitthvað nei ég veit ekki ég er búin að gera 60 ára ég veit ekki hvað hann er gammal talað apa, voru ekki að tala senast eitthvað hvað einhverju verða gamlir jú, þeir verða þeir ekki bara ég er ekki að svipa við en kannski ég held að vera allan 70 sko máli 70 chimpanzee ekki jú svona það fer eftir tegundir náttúrulega hvað er þetta simpansar ok það er ekki bara 20 ára eitthvað sko ok hérna er ég með þetta monkeys generally live between 15 to 40 ár það eru venjuleg monkey en simpansar væntanlega orangútan þessi stóru sko great apes þeir kalla great apes chimpanzees and gorillas can live 50 plus ár outliving monkeys þeir kallast ekki monkeys þeir eru kallar great apes en orangutan age voru ekki að tala orangutan í senst þetta ég held að það sé bara 100 ára eða eitthvað það er eitthvað klikkað þetta er svona 30 to 50 og þeir geta alveg verið 50 plus ok þetta er en skjaldbökur alltaf verið 100 ára og alltaf æli því just fucking hákarlar okkar shit svona great white shark eða eitthvað Greenland shark eitthvað það er 500 þeir geta orðið 500 ára gammal það er crazy 500 ára gammal sko það er crazy hvað sagður hákarlar já það heitir eitthvað Greenland shark eitthvað ég er búin að sjá þetta og það hefur fundið svona víkinga spjóta okkur inn í einhverjum hákörlum hérna the Greenland shark þeir eru bara rétt hjá okkur nágrannar okkar þannig að estimated lifespan af 250 til 500 ár hvernig er þetta svona stórt span þetta eru 250 ár en þetta er líka eitt sem að fólk átt sig ekki á því sko fyrst er byrjað að tala um dýr sko great hvað kallar blue hvað kallar þetta blue whale blue whale kallar þetta ekki bara blue whale þannig að kallar steipur eða á íslensku þeir geta orðið 200 tonn og áttið ykkur á því hversu mikið þetta er 200 tonn 1 tonn er 1000 kíló þetta er 200.000 kíló þú segjum að meðal maðurinn sé 70 kíló sko 200.000 deilt með 70 þetta er eins og 2800 manns þetta er meira en eldborgarsalinu Hörpu að einn hvalur vitið hvað stórt þetta er sko the mountain detta er 510 kíló sko það er mikið sko og þetta er 200.000 kíló fólk áttu sig ekki okkur ekki að tala um það mér finnst það sem finnst þessi gali hvað verða eiginlega gamlir þeir? Ég ætla að komast að því. Ég er ekki svip og 80-90 ára, þeir eru bara svona manneskjur, Blue Whale, Svona stór líka með að lifa svona lengi. Já, það er gaman. Og þeir bóða bara krill. Þeir fóru frá Michael Jackson í hversu þungir hvalir En þið eru sammála um að Mike Jack, hann er það hlýtur við, þetta er fyrst sem poppaði. En sko, líka Ronaldo reyndar, hann er óslafræður. Og líka Michael Jordan alltaf, hann er, þú veist, ég held að hann, þeir eru bara svona íþróttamenn sem að sko, Michael Jackson samin er allan heiminn, þú veist, það fílar allir tónlist. Ronaldo er kannski ekki eitthvað ógeðslega frægur í Bandaríkjunum. En fólk veit Michael Jackson er ekki sett eitthvað frægur í, þú veist. En samt, þú veist, hérna Jordan skórin, þú veist, hann er allan heim, sko. En svona, já, ég veit og Ronaldo spýrin, rakspýrin, þú veist, þetta er það sjást hann okkur sem frægast með heim, það er spýrin. Nei, það er sem partur skilur við? Þetta er partur af þessu. Nærbuxur okkar kjátaði Ingi er alltaf í því Nærbuxur af Cristiano Ok, númer 2 Besti tónlistarmaður allra tíma að ykkar mati Michael Jackson Nei, ég er bara að gleysa en sko, minn upp á hals þú veist, besti ég er samt að tala bara, hver er besti bara, þú veist hvað, við tökum við myndin ekki okkar mat við verðum að segja okkar mati, við getum ekki eitthvað að vera með ég nenni ekki að segja bara einhvern sem ég fíl ekki en allir fílan, skilur hver er besti tónlistarmaður allra tíma að ykkar mati við erum að tala um allt bara hvað er það? Ég myndi segja Juice WRLD, sko ég verð bara að segja það er svona þeirra uppáhalds það kemur ekki óvart, sko já, mér finnst það bara fair sem ég held ef hann hefði ekki dáið þá væri hann bara allavega top 3 besti rappari á fólk rétta svari er bara eitthvað svona
ég veit ekki. Við erum að tala bara allt, bara að syngja, rappa, dansa, eitthvað, allt skilur við. Já, ég veit ekki. Þeir sem ég vil alltaf setja respekt á prodúserana, eins og Þormóður og eitthvað dæmi, pæli magna lögum sem hann hefur, ég að tala bara svona sem pop-up, skilur, á Íslandi, skilur, ef við tökum bara hann í Ísland, hann basically, hann hefur prodúsað svo mikið lögum fyrir svo mikið að bara stærst, bara Birnir, Netan, Aron Kahn, Jóbjörn Króli, allir þessi gaurar hafa, hann að prodúsa allt þetta shit, þannig að, magnaðu hittur sem hann hefur gert, fólk átt að sig ekki á því að hann í rauninni stærsti tónlistarmaður í Íslandi og besti, sko. Hver svona, hann Dr. Dre Íslands eitthvað svoleiðis? Já, hann basically þannig, sko. Þannig að ég ætla að segja bara fuck it respect, ég ætla að segja hann sem besti tónlistarmaður allir tíma. Ok, wow, nice. Svo náttúrulega hann búinn að gefa þau plötu sem ég held þess að hann top of mind, ég dýrka nýju plötuna, sko. En ég er líka að glemja henni, ég er að glemja Justin Bieber, sko. Jú, reyndar. Menn eins og hann. Ég er að dýrka hann, en hann samt svona, já, ég veit ekki, hann fær náttúrulega, hann ekki að mýl snillingur til dæmis Þormóður. Svo náttúrulega, já, ég veist, þessi prodúsera, þeir eru oft, maður gleymir ekki að, fattar ekki að þeir eru líka að koma með hugmyndir að, þeir gera allt lagið, skilur, Justin Bieber, það oft verið að skrifa fyrir hann bara nákvæmlega hvað textan og laglínuna, þetta er oft gert fyrir þess að gauðir, þessu stærstu popstjörnur, þeir eru ekki að gera neitt í þessu línu nema að syngja, sko. Alright, þannig að Þormóður og Juice WRLD. Já, ekki random. En ég fíla það. Nei, já, ég tók í hendina á Þormóður eins og. Já, sjáttu þetta Þormóður. Ég held að við gerum það allir. Jú, við gerum það þegar við tókum með Helga, já. Shit. Ok, næsta spurning, ég veit að Ingi er spenntur fyrir þessari, sko. Myndilegasta kona og karl of all time að ykkar mati. Kom með það. Karl og kona. Fyrsta sem poppar upp er Ronaldo. Okkur er ég spenntur fyrir þessu. Þú fíla flotta konu bara, ég veit það ekki. Já, hann er ekki, ég elskar konur. Ok, sko, fyrsta sem kemur upp í hann, sko, gæjum er Ronaldo, það er kannski einhver leikari. Ég held að segja Justin Bieber aftur, sko. Myndilegasti maður. Ok, kannski ekki prime Justin Bieber. Sko, prime DiCaprio, ég myndi segja það. Ég ætla að segja prime DiCaprio, fuck it. Ég er hann samt það myndaleg. Ekki lengur í dag. Hvenær var prime? Titanic, það er ógeðslega heitur, sko. Já, ég myndi segja það, svo kona, ég ætla að gefa Sydney Sweeney, ég er mjög hrifinn af Sydney Sweeney, hún er celebrity crushið mitt, sko. Shit. Jessica Alba, hún er flott, sko. Jessica Alba, hún er ég hef þetta nafn, sko. The hell? Jessica Alba. Leikona, já. Já, ég myndi segja hún líka, sko, hún er já, hún er 44 ára. Ok, já, hún er flott í dag líka, sko. Ok, hef ég ekki síðan áður. Já, hún hefur verið fullt af myndum, sko. Hvaða gaur ætla þú að segja, Ingi? Nei, þú sagði Justin Bieber. Já, ég held ég myndi Justin Bieber, Jessica Alba. Ég segi... eða Michael B. Jordan. Hann er fokkin nettur, maður. Hann er þetta rosalega líka, sko. Var hann ekki að vinna Oscar? Jú. Ég fyrirgjör hann samt aldrei, ég fór á Creed 3 í bíó. Þetta er versta bíómynd sem ég sé allan tíma. Ömurleg mynd, það er Creed 4 eða eitthvað. Mér fannst Creed 1 eða 2. Já, hún var góð, eitt var góð í staðar, svo var það bara komið út í eitthvað svona, oi, hvað það kjánuleg mynd, það var ekkert að frétta í henni og hann einhvern veginn, hann skrifaði hann sjálfur óleik aðhlutski, það var svo hættulegt, hann bara gera sig að geggjum myndi, ég ætla að vera svona aðalgægin og ég ætla að vera svona fucking cool og ég er alla segjandum mínar að geta nettar, það er svo hættulegt þegar menn að skrifa sína eigin myndir einhvern veginn sem er að leika aðhlutski, sko. En hann að reynda við gerum það alltaf í okkar sketsum. Já, þú sagði Líó og Sydney Sweeney. Nei, ég verð að fara með minn mann Justin Bieber, sko. Já. Þinn maður, já. Þú með eitthvað meira? Já, ég er með 2 spurningar í bótt. Allra tíma. Hvað myndu þið segja að væri frægasta lag allra tíma? Bara hvaða lag kunnast flestir við? Ok. Hvað er bara svona lag sem að þú getur spilað fyrir ykkur bara í, þú veist, Indlandi og hann bara veit hvaða lag þetta er, skilur? Ég veit. Þetta er annað Justin Bieber, hérna Baby. Reyndar, já. Helviti gott sjátt, sko. Gangnam Style, kannski. Já, það var svona mikið tískurlag, sko. Já, ég myndi segja Baby. Þetta er Baby. Nei, heyrðu strákar, ég er með þetta. Ok. Despacito. Það hlýtur að vera lagið, sant. Samt þessi, fólk... Er ekki með 6 views á YouTube? Fólk í Afríku og Asíu er ekki hlust Despacito, sko. Já, ég held að myndi koma þér á, þú veist, óvart, sko. Ég held að þau séu að bumpa þetta shit, sko. Ég held að svolítið, eins og latínusamfélagið er það crazy, það er ástæðan hvernig Bad Bunny er frægastur í heimi, mest hlustaði tónlistamæður heimi, út af því að hann er, þú veist... Tala flestir þetta tungumál, sko? Já. Nei, hvort sem Mandarin eða eitthvað. Já, Mandarin örgulega, en út af því að þau eru bara svo, fer svo mikið fyrir latínos, þeir bara eru crazy, sko, elska mikið aðeim, sko. Já, mikið aðeim, en, já.
Ég myndi segja, já, þú veist, Baby rosa gott sjátt. Það eitthvað sem ekki það eitthvað þarna sem við erum ekki alveg að fatta. Það fullt af einhverjum lögum. Það fullt af shiti, sko. Jú, ég myndi að segja Despacito, sko, ég held að einhvern veginn. Já, það upp þér, sko, ef ég ætti að segja eitthvað, ég bara eitthvað svona... Eitthvað Dance Monkey. Geir, konan sem gerði það, hún sagði þetta lag eyðilega lífið hennar. Já, hún fekk bara Ingi alltaf með eitthvað fun fact þegar við tala um heit frá þessu lagi, ég veit það ekki. Já, ég skil það vel. Ef þetta var hún, ég veit það ekki alveg. Greitir sem dörglega 300 B. Svo er ég líka, bara næstu lögin hennar bara gátt ekki komið svona að svipa á stað. Ég reyna að hugsa eitthvað lag, ég bara alveg blanka, þú veist, það ekki eitthvað þjó, ég pæla að hugsa eitthvað gamalt, eitthvað Beatlalag, Oasis, jú, kannski, þarna Today is gonna be, það er samt ekki frækt, þú veist, allstar, já. En eitthvað We are the champions. Jú, eitthvað þannig. Jú, það gott. Það var áhugavert að sjá, sko, hvað þetta sé mest spiluð lögin á Spotify, þannig að geta að meta þannig. Svona einmitt líka Billie Jean örugglega bara eftir þér, sko, þú veist. Já, jú, þú veist, Thriller, allt þetta stöf, eitthvað með Pitbull ég svona að hugsa. Ég var að hugsa á hana Mr. Worldwide. Rain Over Me, sko, það Hvað var hana World Cup-lagi sem hann gerði? Já. Það var það ekki bara Waka Waka Nei, það var eitthvað. Heyra nýja World Cup-lagið. Nei. Það hræðilegt. Þetta er eina sem ég sé á TikTok núna. Þetta er bara ömurlegt. Já, þú voru að spila það upp á copyright eða? Fuck it, gerum maður. Spilaði smá partur í, það lítur að vera Hustling var ekki hana, senast þegar við spilum eitthvað, það var ekki tikið út. Hvað kallar þetta? Mér langar bara react af þetta. World Cup 26 eða eitthvað, ég veit ekki hvað það heitir. Nei, Ice of Speed. Hvað heitir, veistu hvað heitir? Er þetta official, þú veist, er þetta official FIFA-lægi? Stendur hérna, the official, þetta hérna, nei. Ég prófaði þetta, kannski. Þetta er theme-songið, eða ekki? Ég held að... Þetta er ekki það, sko. Já. Þetta er bara svona... Já, þetta er bara svona... Þetta er bara theme-songið, já. Hei, þetta er þetta stemningi þessu. Farðu á YouTube eða eitthvað, skrifaði World Cup song 2026. Ok. Ég held að... Þetta er með Jelly Roll, sem er ógeðslega skrítið, og þetta er bara allt og amerískt. Jelly Roll, já, byrju, já, þetta getur gert í, þetta náttúrulega þetta er að vera í Bandaríkjunum. Þetta er svona lag fyrir, þetta lag myndi passa betur við svona hambúrgara eða auðlýsingu eða svona bíla auðlýsingu. Like the new burger King. Þetta er það. Oi! Never felt this free before. Þetta er svona official lagið. Oi! Þetta er eitthvað svona. Þetta er bara svona country-lag. Já. Þetta minnir mann ekki á fótbolta. Þetta oftast er eitthvað riggadang-dang, þetta er ofta svona smá dilling og dino-feeling. Danslag, sko. Ég fíla samt alveg þegar að prófa eitthvað nýtt, sko. En samt ógeðslegt. Það er slagt á þessu, þetta er ógeðslegt. Reyndar. Þetta er eitthvað viðlagið. Ég sé það. Viðlagið. Nei, slagt á þessu. Þetta var leiðilegt og svona, engin stemning í þessu. Hvernig fóruð þau frá Waka Waka yfir í þetta? Líka Qatar. Svona bara peppast upp þegar það byrjar. Já, ok. Takk til hérna. Þetta er líka svona í nostalgía, mér líður bara í sig bara með fótboll, bara eitthvað 7 ára eitthvað. Þetta minnir bara á bara svona street. Já, bara eitthvað fótboll mót eitthvað. Já. Það var það gott lag, bara hlusta á það. Ói, hvað er gott það er? Þetta minnum við, þetta er svona útiháttíðalag. Þetta er bara geggja lag. En heyrðu, næsta spurning. Síðasta spurningin, hver er besti leikari eða leikona alla tíma? Eða bara, já, hérna bæði. Það er að koma, Leo DiCaprio er svona eiginlega uppáhaldsleikari, menn hann poppar upp, en hann er þetta ekki besti. Ég ætla að segja Christian Bale, hann er líka upp þeir hjá mér. Christian Bale, hann er geðveikur. Gott svar. Fyrir ykkur sem veit ekki að hann gæsleik Batman hann í Dark Knight og Dark Rises og þar. Ég ætla að segja Mr. Bean. Mr. Bean? Já, eða Jim Carrey líka, hann er alveg upp þeir, hann er bara svona með, fyrst við erum svona sketsakauðar, sko. Hann er svo geðveikur með svona andlit og ég veit að þið vitið þetta kannski, en hann að margir vita ekki, ég horfi bara eiginlega ekkert á myndir, bíómyndir eða þætti eða neitt. En ég, hef hort mikið á Mr. Bean. Já. Það er það. Þú ætlar að setja hann bara sem bara besta. Nei, já. Ég fíla það, fuck it. Hann er smá method actor, hann er einhvern veginn alltaf í karakter, sko. Bean? Já, Mr. Bean, hann er gæði sem að leika hann. Mr. Bean. Og þú hefur hóft gæðningi á Mr. Bean. Það er típist, þess vegna ertu svona eins og ert. Johnny English.
Já, Johnny English Hann, já Já, þú reyndar. hefur bara hort á Já, ég sé þessum það. gæði Það var heldur gott. Mér finnst hann góður, sko okay. Já, fuck it, ég Hvað er með- sem Christian Bale og Mr. Bean. Hvað með leikonu? Já, Hver er besta leikona of all time? Poppar upp. Ingir að fara að segja Megan Fox Ég held það sem ekki í íslensku dóðinu, sko. Íslands myndi ég segja, sko. Já, Ebba Katrín, sko, hún er ung. já, Hún er sturluð, sko. jú Þannig þegar ég sá hann í þjóðleikursunni sýningunni orð gegn orði, ég bara, wow, ég bara aldrei séð svona, shit. bara eina sviðin í 2 tíma, bara eitthvað, bara Já, hélt er öllu það? uppi, sko, crazy, sko, já. Shit. Þannig að ég myndi segja að hún á Íslandi allan, hún er eins og besta, sko, uppáhalds mín allan. En erlendis, veit það ekki, sko, eitthvað, þú veist, það er þarna Meryl Streep þetta og einhverja gælur, þú veist. Bestu Óskarana held ég Já. Emma Stone alltaf geggi, jú, ég myndi segja það, hún er styrlu, Hvað heitir konan sem að tala sem hana Meg í Family Guy? Þetta What? Hún var í röddinni. TED Já, þú veist svo random dæmi. Hún talar sem hana Meg hana Og leikur svo í TED Já, hún lék kærustu gæjans í TED ég held að var hann Ekki hvað hann heitir sko Er hún fræg, já? Já maður svo, ég ætla bara að fara hérna Fundu þetta? Já, ég myndi segja, þetta er Emma Stone svona, ég er bara nýlega orðin big fan af henni, ég sé mjög mikið að myndum að henni lately, sko, hún er sturlu hvernig hún einhvern veginn leikur, sko. Ég veit Allt getur verið crazy, sko. Já, þú búin að finna þetta? Mila Kunis Mila Kunis Já, maður sjá hvernig hún lítur út. Ég maður alltaf heyrti það nafn gett oft. Já, shit. Hún er líka mjög ógeðslega sæt, sko, vá, ok, damn. Leikur hún, er hún röddin í Já Ég veit að Tommi, þú ert þá mikið verið Megan Fox, eða ekki? Jú, hún er fyrir Já, það er mástæðin. Ég mynd samt ekki segja, sko, Jessica Alba Ég er örugglega búin að horfa mest á hana, sko En er liðurinn búinn? Já, liðurinn Þetta var helviti góð lið, maður. Já, Ég er til að fara liðið hérna líka, þetta, maður. þetta getur við svona stundum með þessu liði, sko, ég fíla þetta sé, Skemmtilega liður Þannig að, ok, ef við ekki að taka sikkur leiningi og svo fyrir bara í símatið. Fuck Þannig að it þú ert með hvori betri eða, nei, þú ert með, Já. er þetta skrítið eða, Ég skal fara bara í, þannig bara eitt lið já, Ok. hvort ætla að taka. Ég ætla að fara í Pick and choose. eitt skríti Já, það er náttúrulega iconic lið. Ég ger ekki það mikið í top 3 Já, þetta er líka top 3, þetta er svolítið svipað á top 3. Já, Tökum Þetta var svipað, sko Ok, eru tilbúin í, er þetta skrítið? Er þetta skrítið? Alright, er skrítið að fá sér, tilbúin? Já. Er skrítið að fá sér latte á hverjum 5 sekúndum? Jæja Er þetta eitthvað skot á Tomma eða? Gekkjaður, flottur Nú erum við komin í bara, ég nenni ekki verið þessu podcasti ef þið eru bara að rífast þetta. Svo erum við hvað er betri eins og gerir þessu podcasti ef þið eru að rífast þetta. Ég er að mittleikar þessu ykkur helvitis. Ég fekk mér latte á hann Já. Ég ætla ekki að fara að ljúga Það er vel því að það. Já, ég fekk mér latte Ég var að búast við að væri með latte hérna kannski, þannig að það væri Já, það væri orðið kalt, sko Það er vandamæli með kaffi er að maður getur bara að drukkja. Vandamæli kaffi, maður getur bara að drukkja á svona 10 mínútur korter. Ég veit að það sem ég er búin að fatta, sko Í þessu journey, kaffi journey Maður getur bara, já, þetta er bara svona 6 mínútur, max Núna er Tommi alltaf að fá sér latte þetta er svona fyrir hana sem er að hlusta Tommi er að fá sér, hann er svona kaffi addict bara, hann er einn sem hann talar og hann er mjög mikið, hann bara svona talar bara latte Talar ekki bara latte ég er að pæla í að Þetta er æði hjá við förum alltaf árum við förum að hittum minnar þá fæna sér latte þannig ég er að pæla að byrja að henda mig bara í heitt súkkulaði í leiðinni af hverju gerir það ekki í dag bara money problems vorum að baka því, sko Já, nei, ég hendi mér einhvern tímann í hana kakó maður Ok, já, ég myndi segja þetta sé nei, ég ætla ekki að segja þetta Ég ætla ekki að segja þetta skrítið Já, Tommi, þá ætla ég að segja þetta Ég stend á þessu latte kjaftaði Nei, já, ég peppa það, fuck it, ég ætla að peppa Tommi segja þetta eitthvað latte Thanks Það er flott, gera mér elegant, sko, Engin gera mér fokkaðir. svona Fara að drekka kakó Auðvitað eru þið alltaf sammála hérna Ég skríti að vera með ekkert social media skilur mig Verður með ekkert social media Ekkert Instagram, ekkert Facebook Já, ekkert það er Snapchat skrítið, ég þekkit sem er svona, sko Maður þekkir aldrei verið í einhverja þessu, svona sem að taka svona face kannski eða Þú eitthvað veist, ég respekti það en þú getur ekkert lifa svona í nútíma samfélagi Þetta er basically bara eins og Þetta er basically bara eins og út að hafna bara nýri tækni Þetta er bara, svona er bara heimurinn og þú ætti bara að lifa með hann, skilur En hvað gerir þessi gæði sem er ekki minn Hvað gerir hann á daginn, skilur Hvað gerir þetta? Hann er bara ekki að skóla held ég, háskóla eða eitthvað Já, ok, Ég vil ekki mikið fara til dítila hver þetta er en þeir sem þekkja mig vita alveg hver þetta er, sko Það væri erfitt Þú veist, Ég gæti eftir þetta ekki skóla
Ert hérna í matsalnum, hvað ertu að fara að gera? Þú ert að reyna að tala við vini, þeir eru allir eitthvað í einhverjum Instagram. Góða við hann gæjar endar að hann er mjög skemmtilegur, skrautlegur karakter út af þessu, sko. Þetta kostur og gallar, hann náttúrulega alveg geggjaður, en þú getur ekki lifað í þessum heimi. Ég skal bara viðurkenna núna, ég símafíkil, sko. Bara það eru það allir. Hræðilegu símafíkil, ég bara 10 tíma á dag, skilur, þú veist, ég bara það er mjög sjaldan sem ég ekki með síman að skróla eitthvað, sko. Já, það er allir þannig, sko. Já, og maður samt reynir að minnka með að hlusta frekar bara okkur stöf þess að podcast góð, sko. Þannig að það ekki vera að horfa á okkur. Ég myndi segja já, þessi skrítið. Ég samt respekta þá sem ekki hann. Já, ég respekta þetta, en mér finnst þetta ekki skrítið. En ég get respekta þetta, en kannski minnka, koma, verður svona smá, nei, ég respekta þetta. Skrítið að borða kebab á hverjum degi? Skrítnar spurningar, þetta er skrítnar spurningar. Skrítið að borða kebab á hverjum degi? Nei, ég meina, en hvað með fólki í Mið-Austurlöndunum? Þeir borða kebab 3 dag, sko. Það margir sem að gera þetta, sko. Margir Íslendingar sem gera þetta. Ég vart að gera þetta á Íslandi. Ég er svona meira að pæli í skrítna. Já, mér finnst það skrítið. Það er ómikið bara. Tómi, þér ætti ekki að finnast þetta skrítið. Hvað, Tomma að fá sér kebab dag? Er þetta aftur skótdag Tomma? Þessi kemni miðið að Tomma? Hann er eitthvað að skjóta mig í dag, ég greinlega bara hann í dag. Tommi, ég held að við erum náttúrulega náttúrulega vissi ekki það að þú fá sér kebab daglega. Ég er ekki að fá mig kebab daglega. Chicken extra spicy shawarma jumbo. Þetta er bara eitthvað sem hann er að ljúga. Við tökum hitting hjá Emma og strákunum eitthvað, hann bara, vil ég kebab eða? Enginn svarar hún. Þú ert að tala með svo að þetta sé bara að gerast alltaf. Ég spurði það bara daginn einu sinni strákunum að fá kebab. Þetta gerist daginn. Mér fannst þetta aldrei fyndið daginn. Ég var vitnaði þegar Tommi færi þessa pælingu allt í henni, flugu hausnum eitthvað. Ég ætla að panta mig kebab á Volt. Einu gæði sem ég sé panta kebab á Volt. Og svo klukktíma seinna fáum við okkur Dominos. Hann panta sér Dominos líka. Það hefur gæst, strákar. Við hefum talað um þetta áður. Ég er bara matafíkil, símafíkil, kaffifíkil. Já, ég er alls konar fíkil, maður. Bara fíkil og það er bara fallaði við. Það er góð manneskja. Já, takk, maður. Fuck it, mér finnst þetta ekki að vera skrítið. Ég ætla bara, veistu hvað? Ég ætla bara að fá mig kebab eftir þá, bara út af þessu. Og latte kannski. Já, ég ætla að fá mig kaffi og hérna kebab og kaffi. Latte, kebab og kaffi. Kaffi og kebab. Bara út af þú ert að segja þetta. Og eina Dominos með. Og teka hérna í eftirrétt. Eina heila pönnupizza eftirrétt. Nei, ég fæ mér svona kaffi ís, svona kaffi latte ís. Já, dirty dæmi, sko. Já, hörru. Ok, já, ég myndi setja það skrítið. Já. Ég fíla, samt fíla ekki alltaf kebab, veist. Ég fíla kebab. Ég myndi ekki höndla kebab daglega. Nei. Því að hægurnar mínar eftir kebab daginn eftir, Þið eru hræðilega með mat, sko. Þið bara bóra eina samloku og fara að drulla, sko. Þið eru alveg hræðilega með þetta, sko. Bóra eina samloku og drulla. En já, við Ingi erum svolítið svipaðir. Já, reyndar, þetta er bara, það er svo mikill munur á maðurum okkar og maðurum hans Thomas. Já, það er það, sko. Við reynum að fara svona Tomma diet og það fokkar okkur upp. Ég er búin að þjálfa maður minn í bara mörg ár, sko. Áratugi, sko. Ég er búin að vera að borða svo skrimsli í 10 ár. Ingi er sem ekki finnst svo gallæri á Ingi, sko. Já, ég veit ekki hvað það er. Báður 1,70 með gallaðan maga, veltingu. Báður 1,70. Það er gaman að þessu. Short Kings. Er skrítið að followa meir en 500 mann? Er skrítið að followa meir en 500 manns á TikTok? What? Þú ert að followa bara meir en 500 manns. Þú ert að followa bara 500 manneski. Ég meina á Instagram, ég er að followa 1000 manns á Instagram. Já, en á TikTok, sko. Nei. Ég er... eins og TikTok, ég veit það ekki. Ég er alveg að followa 300 manns eða eitthvað. Ég er líka eitthvað þannig, sko. En nei, ég dæmi það ekkert, mér finnst bara geggja. Ég sé fólk sem er að followa bara 3000 manns, ég bara, hvað er að gerast þetta? Hafið ekki séð þannig prófæl sem er... Jú. Ég sé, gæði 10.000. Mér finnst alls ekkert skrítið samt, sko. Mér er samt, þú veist, ákveðt að followa 10.000 manns. Já, það er það. Ertu í alveg að followa... Þá er þetta ekki líf, sko. Nei, ég er að segja, ertu í alveg að followa þetta og fílar contentið, eða ertu bara að gera það bara til að gera það? Til þess að vera með bara 10.000 follows. Já, til að ég held að það er ekki hægt að hafa meir en 10.000 following. Já, en það er fólk skita langar með 10.000 follows. Já, þú þarft ekki að vera með, þú þarft ekki að followa 10.000. Ég var pirrandi bara eitthvað, veist, for you page, þetta er bara eitthvað rugglinu. Já, ég veit ekki. Mér er svona 500, mér er það bara light, sko. 500, já, ég held að hafa 500 plus, ég held að það sé aðeins á mikið, en svona í 400, 300, já.
Það samt, jú, þú veist, já Nei, mér finnst þetta bara 0 skrítið, sko Nei, mér finnst það ekki skrítið En legur komin yfir 2000, það svona ákveð Já, þetta það smá svo mikið, sko Ég vildi hafa þetta smá realistic, sko Já, ég skilji Þú veist, ég vildi ekki fara eitthvað í 1000, ég vildi hafa þetta svona Já En svo Instagram, ég held að ég sé alveg að follow, ég voru glæð 1000 manns eða eitthvað Nei, mér finnst ekki skrítið að nöðust Þetta bara smá weird, sko Shout out til fólk sem að followa 10.000 manns Já, ekki að nenna þessu bara crazy, sko Hvað með það næsta? Metnaðir, sko Herru, ég ekki með aðra spurningum Ok, það er bara fínt að stutt Skaust á mig og sagði Tvö skot á Tómas Já, þetta var skot eftir skot Shoot me down Þá erum við bara að henda okkur í náttúrulega geggjanlið Fæ ég Viktori í dag? Já, það er spurning, sko Fólk er að bíða eftir 4 þætti Þessi 3 hvori betri eina bestavennakeppni Tommi er unnið allar Ingi, þetta var close call Senast þætti þegar það var 3-3 og það var hnífjamt og ég bætti í loka spurningu endan Þú náttúrulega gafst honum 3 frí stig, sko Það er málið, þú veist, þetta var ekki close, sko Ég hef ekki bara unnið ég hef slátrað þér í öllum sem keppnum Já, ég veit, ok En í dag er þetta mjög skemmtilegt Step up your game, asshole Until now Það er það mjög skemmtilegt Ok, hvað með það? Já, við erum að fara í hvor er betri Hvað með hljóð? Já, Hvor er betri? Nei, ekki þetta Það er gott fyrir Hver er þetta að leita? Ég var að leita dröling, en Ok, hvor er betri? Þarna Ingi eða Tommi, þetta er ekki að trailer fyrir þetta En það er eins itsugur Það var eitthvað að fyndi að gera trailer Já. En ok, byrjum þetta létt Þessi er skemmtileg Létt Ég ætla með alltaf svona þema Ég ætla með alltaf eitt svona starfstitil Og í dag er það Hvor væri betri forseti Íslands? Pæl og byrjið núna að rökra það Ingi hefur oft talað að hann myndi vilja þetta einn, sko vera fórseti Íslands Oft talað En ég held ég væri alveg fýtt fórseti en þá til að stressi kikkar einn Þú ert svona líklegur Stressið En málið ræður fórsetin á Íslandi, er þetta ekki öðruvís á Íslandi? Í Ameríku ræður fórsetin Fórseti á Íslandi ræður líka neinu, sko Fórsetis ráðherra Já, ég er að tala um fórseti eins og Halla Tómasar Guðni, sko Já Þú var alveg svona stemningsgóður fórseti Ingi verið geggjað fórseti Hann var likeable guy, ég minna að fólk elskar hann, sko Já, ég ætla strax að byrja að preysinga Ég myndi taka hann hérna, sko, vera svona fyrir utan Alþingishúsi Já, þú væri mjög góður Væri þessum gíða Í jakkafötunum Við Tommi myndum værum í teiminu svona vorum að hringja út og eitthvað svona vinna með þér, sko Ég veist eins og I got your back og ætla að gera þetta Já, við stiðum því Ingi for president Ingi for president, 2045 Tommi stiðið mig sem fór þetta 45? Já, þú ætti að vera orðin 46, eitthvað svolítið Já, eitthvað þannig, ég veit ekki hvenær nákvæmlega En þú ætti að vera orðin 35 ára Já Þannig að, ég held að fara í þú svona fært 40-50 Ég held sem við fokkið þú gerir það, sko Það er stemninga, það viltu hoppa á Bessastaði hvernig það er, sko Ég og Tommi var heldur næ, sko Ég er ekki smá samt skrítið, þú veist, af hverju 35 ára Bara að vera að hafa einhverja reynslu Finnst þetta eins og hvað, ættir að vera bara 20, eða? Nei, en þú veist, jú, samt Myndur trist, það meikar eitthvað sens að sé ekki 20 Mér finnst þetta ætti að vera 45 ára, sko Eldur Já, en hvað, ég meina, getur fórsetinn sagt bara, hérna, þú veist, mér langar bara að gera þetta og það bara gerist Nei, það er ekki eitthvað að, samþykja þetta Jú, fórsetinn ræður engu, bara Alþingi ræður þú veist, af hverju má þá ekki bara vera eitthvað 20 skilur hann er að representa landist hann mætir út til útland og heitir eitthvað að leita það var skrítið eitthvað 20 gúnega að taka hendina á einhverjum Trump, sko En fórsetisráðherra er ekki að taka hendina á Jú, líka alveg, en fórsetinn er svona að representa landið, teka móti ykkur fólk hitta konungsfólk, skilur þú veist alls konar sem hann er að gera, þetta sé eitthvað 20 gún að sakka það er fokkið fyndið með eitthvað jónu bara já, fokkið hérna, Daniel væri bara hann að issi bara eitthvað já, vaktasæ Trump mættir að vaktasæ það er með eitthvað svona crew message, það væri fucking fyndið nei, ég mér langar smá að gefa bara já, ok, segjum það 1-0 Ingi, ok Ingi for president til hann, er ekki fyrst skipti sem bodyguard já, ég er alltaf by your side, sko ég er alltaf package deal þú verður fórseta frúin, sko, því Ingi verður alltaf single nei, ok, herðu, fyrir mér nummer 2 ok, þetta er svolítið skemmtilegt nú er ég komið smá prop hérna líka ok, ég er komið blue light glerið hérna því að ég er að fara að spyrja ykkur hvor er betri sölumaður og í staðan fyrir að sell me this pen þá ætlaði að selja þessi gleru blue light gleru þannig að hvor er betri sölumaður ég ætla að meta út af því hvernig þið ætla þú ætla bara að selja mér þessi blue light gleru þetta er erfitt, sko þannig að
Ég ætla að leyfa þér að byrja, vilja einhverju tónlist? Nei, ertu að lappin í búð, er ég að banka upp á þér? Þú ert að banka upp á mér. Ég er að banka upp á þér, ok, bankaðu. Bankaðu bara í borðið. Já, kom inn. Blessaður, hvað heitir þú? Blessaður, ég heiti Unnar, já. Blessaður Unnar. Hefur þú í erfiðum með að fara að sofa á kvöldin eða finnur fyrir einhverju þreytu svona yfir daginn? Já, veist, ég sofna bara svona eðlilega, en ég er svolítið þreytur í dag, ég myndi segja það. Já, þú ert svona smá þreytur. Já. Hefurðu heyrt bluelight.is? Nei, hvað er þetta? Já, ég sem sagt kem frá fyrirtækinu bluelight.is hérna á Norðureyri. Og ég er hérna með mitt par af hérna gleraugun sem að ég vil leyfa þær að prófa. Okay. Þetta hjálpaði með þreytu, þetta er gott fyrir augun. Og hvað gerur þetta segir? Já, sem sagt, ef þú ert að glápa á sjónvarpið eða síman eða tölvu, skjárinn gefur frá svona blue lights, sem sagt, þetta kallast sko blue lights, sko. Þetta hefur áhrif á hérna keilurnar í hérna augunum og hérna þær, þú veist einmitt, verða þreyttar yfir daginn og svo þegar þú ert að fara að sofa kvöldin þá er einmitt erfitt að sofa og þú ert búin að vera að glápa á sjónvarp. Næsja, mér líst nú bara svona vel, hvað ert að selja í dag eiginlega? Einmitt, þetta er 3.999. Nú, það er bara hefði, ég fæ. Þetta er, og þú veist einmitt plasti sko, þetta er flott, þetta er bara high quality stuff, bara eins og maður segir. Hérna, þetta er bara beint frá hérna fyrirtækjan okkar, bluelight.is. Ég heiti hérna Tómas og hérna, já, hefur þú áhuga? Herri, ég bara onni það, það er bara, vá, Tómi, ég ert ekki að grínast, þetta var bara... Takk fyrir viðskiptin. Þú er að close a sale. Velkomin í Blue Light fjölskylduna. Boom! Baby, sell me these blue light glasses. Damn, ok. Ég er a natural born salesman. Þetta var mjög gott, ekkert eða þægilegust, þú bara seldi mér þetta, ég hefði ángur skiptið þetta á staðnum, sko. Takk fyrir. Ertu ekki að pæla í eitthvað, okkur hann er bara að setja gleraugun á þig, eitthvað svona, hann er bara komin inn til allt í henni. Nei, þetta voru aðstæðan sem ég gaf, þú ert í nákvæmlega sem aðstæð, út af frá banku. Svo þetta, ég byrjaði að tala keilur í augunum, þetta er bara eitthvað sem maður lærir líffræði, sko. Já, þetta var helgi, ég bara mjög hræst, það var erfitt að koma eftir þessu, ekki? En nú bara pressa þér, nú þarf þú bara að performa betur en Tom. Þetta ná að selja mig. Ég er ekki góður svona í svona on the spot. Okkur alltaf svona, tala alltaf niður í þessu liðingi. You're a fucking actor, man. Ok, let's go. Herru. Já, hérna. Það heyrist ekki henni þessu. Hérna. Já, góðan daginn. Já, daginn, hérna. Ég kem hérna frá bluelightgleru.is. Hérna, hefur þú á erfitt með að sofa og er þreyttur yfir daginn? Nei, þannig sé ekki. Ég er nú bara frekar í góðum mál með það. Jú, ég get verið svolítið þreyttur svona. Já. Eftir miðdaginn, já. Svona eftir miðdagstreitan kikkar í snúið. Væri þú til í að laga verkleika? Verkleika? Væri þú til í að laga það? Að bæta þig í því yfir að geta unnið til seint svo sért ekki að sofa? Nei, þreyttur þegar þú ert að vinna. Þreyttur á mótnana, þreyttur á kvöldin. Já, er það hægt að laga það? Já, ertu mikið að horfa á skjá eða sjónvarp eða... Já, ég er svona aðlega í kláminu, sko. Já, einmitt, heyrðu, ertu þreyttur þegar þú ert að fróa þér á kvöldin? Nei, ég er svo spenntur í því að það heldur mig alveg vög, ég hæpa mig upp náttúrulega, sko. Einmitt, þannig þú myndir ekkert segja að þú ert þreyttur yfir daginn. Jú, svona eftirmyndan, ég sagði það, já. Ok, varst þú til að bæta þig í því? Að vera hress og góður yfir daginn? Já, eins og segja. Ég er hérna með, sem heitir Blue Light, bláljósa gleraugu, sem að ég ætla að henda þér hérna. Ok, og bara, smeltu þeim bara á augun. Og hvað gerir þetta, segir þú? Þetta bara bætir í augun, þú ættir að finna smá tilfinningu. Bætir í augun, hvað? Salt í augun, bætir í? Þetta bara bætir, þú bara verður bara, þú finnur bara fyrir bara, já, ég er vakandi. Ef þú horfir á skjáinn, þá verða augun veikari, þau verða þreyttari og þreyttari, þetta er eins og að vera að horfa á sólina, skilurðu. En þarna, þegar þú ert að horfa á skjáinn, þá er þetta bara eins og að horfa á bók.
Nei! Failure. Nei, þetta, sko Ingi, þú byrjaði mjög illa. Já, ég veit, þetta var ræðilegt. Og ég ætlaði bara að fara beint til hennan, bara henda þér út, sko, stoppa það. En ég leiði þér að halda áfram. Ég hef sagt þér að borga mér, sko. Þú varst skárri, en þetta er greinilega eitthvað sem þú ættir ekki að leggja fyrir ef þú sölumæður, sko. Þannig að ég held að Tommi fái stig. Tommi, betri sölumæður til að mikið með það. Takk fyrir. Þú líka byrjaði á því að herma til mér. Förum þá bara næstu, það er 1-1, þetta er æsið spennandi. Þeir eru stoltur á mig sjálfum mér, þetta var bara mjög gott. Blue Light, heyri í mér, ég skal selja ykkur fucking gleraugu. Ég er mjög spennt fyrir næstu spurningu. Hvor væri betri í zombie apocalypse? Þetta er góð spurning. Var ekki spurt þetta á? Nei, ég spurði, Anna, í fyrsta hætti þá var spurning hvor er betri á Eyðeyju. Þetta er zombie apocalypse, sko. Þetta, sko, ég hef oft pælt í þessu, sko. Það er talað um svona að lifa af, skilur þú veist, það er zombie apocalypse, þú ert að byggja fort, eða svona bunker, skilur þú ert að vera með byssu, þú ert að vernda þig á fjölskyldunni eða bara einn einhverstaðar. Ég held að ég er fínn í að byggja stöf, sko, ég hef byggt okkur á kof og okkur shit, okkur palli. Hvað er þriðabæk þá, eða hvað? Nei, bara fyrir 2 árum og bara eitthvað svona. En já, ég, sko... Allt fyrir 2 árum? Hvað er með þessu? Byrja að svo nakin, byrja að pissa sitjandi. Þetta fer í eitthvað compilation, sko. Tommi fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum var ég að vinna sem ég var að byggja kofa. Þú veist, það er, já, svona 2. Ég var að vinna við að malbygga og helluleggja og svo var ég að byggja kofa, þú veist, on the side, eitthvað svona. Já, nei, hérna, ég held að ég væri frekar góður í þessu, sko. Ég myndi fá mig bara eitthvað vopn og ég myndi held ég get líka bara að fengja mér eitthvað vopn, sko. Hvor er það að vera betri að höndla byssu bara, skjóta byssu? What? Nei, sko. Ef að þú skýtur byssu samt, þá bara veistu hvað? Í 10. bekk þá fórum við í einhverja ferð og við fengum öll að skjóta úr riffil eða eitthvað og það var skotið svona disk út eitthvað svona, það var 3 diskar, það var alltaf skotið einum og þetta var að reyna að hitta hann og ég hitti einn af þeim, Tommi hitti ekki neitt. Lucky shot. Já, lucky shot. Þetta var lucky shot. Þetta var ekki lucky shot. Ég var með riffilinn hérna. Riffilinn var stærri en hann, sko, þetta var bara fyrir 6 árum, sko. Stór hættulegt, sko. Það var örugglega stærri en ég, en já, ég meina, ég get allan að hitt skotin, sko. Þú getur kannski að höndla byssu en hvert er það að skjóta? Þetta var ekki diskur í miður lofti, hvernig hann bara hitti þetta? Það er crazy að þú náður þessu. Ég fucking náði þessu. Ég held að þú varst bara 1 af 3 sem að náðu þessu, sko. Það er crazy. Það var 40 manns. Þetta er Ingi komið, hann er komið með 1 smá svona... Já, þú veist, halló, lucky shot, sko. En hver er betri með bara svona að lifa afskilu? Þið þurfa bara, búður eru ekki opnað, þið þurfa bara veið ykkur til mat, þið þurfa bara vera með mat, þið þurfa að vera skipulug, þið þurfa að passa ykkur. Maður krassa bara krónuna og tekur allt frosna stöfið, bara græða það eitthvað. Það er ekki rafmagn, sko, þú veist, þú getur ekki verið með frosin stöfan eitthvað. Allt svona dót, það er allt í fokki. Já, það er allt í fokki bara. Það er svona canned beans eitthvað svoleiðis. Já, þú ætti að vera svolítið í því. En ef þú líka bara, gætu, eða kemur bara hópur og zombies, hvað myndu þið gera, hvað er betra að leysa úr svona aðstæðum, skilju, þú veist? Hvað er maður að reyna að gera í þessu? Bara lifa af? Lifa af. Já. En þú veist, þú ert að fara með til bæja, fara á Selfossi og... Ég er sko minni en Tommi, þannig ég myndi nota það, ég myndi fela mig bara inn í einhverju kjaftaði, sko, veist, vera bara inn í einhverju svona, hvað heitir svona, dótið svona aircondition dæmi, eitthvað svona, skilur. En hvernig ég er ekki að djóka, ég myndi vera postið upp í turninum hjá hérna Smáralindinni, ég myndi fara efst upp þar, redda mér einhverjum snæper. Hvernig myndir þú komast á? Reyna að fá athygli? Nei, ég bara chilla þar og eða reynir einhver að koma. Það er mjög til það, sko. Crazy ég myndi chilla bara einhvers þar. Ég ætla að segja sko. Það er maður high to the ground, hvað er það að fara að gera? Klifra upp eða þú bara situr bara eitthvað? Þetta er þessi Fortnite, ég geta high ground, sko. Ég ætla að segja ég vissi ekki af þessu byssudóti að Ingi var bara eitt bestið snæper á landinu þá verði ég að gefa Inga þetta, ég bara er ótrúld að hann á að hitta þessa diska þannig að ég gef Inga stíð 2-1 Ingi alltaf veist hvað, ég tók bullseye, Tommi tók pink eye ok, það er 2 spurningum viðbót ok, nummer 4 hvor er betri á tækni? Hvor er betri svona bara með tækni, hver kann betur á bara tækni, tölvur, sjónvörp. Hvað er þetta ekki nummer 3? Nei, 4. Er ekki 2-0? Nei, 2-1. Hæ? Hvað ekki? Ingi betri forseti, betri sölumaður. Ég er betri sölumaður, já, sorry. Herru, betri hvað með í tölvum og eitthvað? Á tækni, bara svona tækni.
tæknilega betri. Þetta mjög jafnt myndi ég að segja, sko. Ég kann alveg, ég ofta að hjálpa mömmu og pappa með eitthvað kjaftaði, sko. Já. Sko, ég myndi alveg segja, ég fljótur að læra svona tækni, sko. Það ekki langt síðan ég byrjaði að nota CapCut til að klippa ykkur og klippur og svona stöf. Ég alveg fljótur að læra það, sko. Já, 100% sko. En, ég er alveg fínn með tækni, sko. Ég er ekkert eitthvað tækni genius, sko. Ég er bara hvori betri. En ég held, ég vill ekki segja Ingi sé betri. Já, þó hann er kannski smá. Þú ert aldrei að hugsa það. Við erum svo svipaðir, sko. Já, það verður eitt sigurveri. Ég er ofta að hendi í... Ég ætla að leyfa þér að, ég ætla bara að segja ég ætla bara að lifir upp til. Ég leys svo oft málin, sko. Ég er svona í fljóti, ég hugsa svona í fljótu bræði. Ég er ekki að vera, Segðu það bara. Ég fíl ekki lúkja þetta mig. Þú erum að berja mig. Nei, í fljótu bræði myndi, af minni reynslaugu þá myndi ég segja Ingi. Ok. Mér finnst eitthvað svona, ég hef oftar lent í því með því, Tommi, að þú ert eitthvað svona, byrju, hvernig virkar þetta? Já. Ég hendi stundum í það, sko. En Ingi samt getur verið rosa. Ég er ekkert eitthvað miklu betri, en ég held ég sé allavega aðeins meira mentaðir í þessu. Ok, en Ingi er líka chronically online, þú veist, hann var sem krakki, þú veist, mikið, hann er... Já, þú veist, ég var bara á YouTube. En ok, ég er samt ok. Eða hvað, 5 ára, eitthvað sétt, sko. Segjum samt að við erum að fara að bóka flug. Þú veist, ég held að ég væri betri í því, sko. Já. En svona með tæknilegt stöf, eitthvað svona, þú veist. Ég skal viðurkenna, ég get ekki panta með flug einn og það er líka máli, ég myndi ekki þora því. Ég væri svona, fokk, veist, panta ég úr þetta, eitthvað svona, ég myndi verið að hafa, veist, einhvern með mér. Galinn setning, gali, ég get ekki pantað flug, svona, ég var að læra, já, ég veit það er alveg flókið, skilur, maður að, veist, pantaði, hótel að sama tíma flug og já, taka hérna, gera þetta, ég pantaði þessi flug bara samdægus, eitthvað. Bara fastur í Noregi, bara fuck it. Flaskutið, fór með sagaglas. Já, flöskum með döf. Já, sagaglas, shit. Sko, ok. Hvað, 3-1? Já, þetta er 3, Ingi er búin að vinna þetta. Veistu hvað, já, það er ein spurning viðbót, stemnings, og hún er líka tengist og þau þurfa að leika. Já, ok. Hvor er betri í að rissa? Og þetta svipað, við höfum farið á því þegar í fyrsta þætti, þá spurði ég hvor var betri í Love Island og þá leiti ég ykkur rissa, en þá var ensku að eitthvað fancy. En hvað er að fara að leika það núna? Já, ég er að fara að leika það. Ég er að vera að gælla. Unnstína. Já, Unnstína. Ég er að fara að vera á okkur klúbb og segjum bara við séum átó, okkur klúbb og hérna þetta er að fara að róða. Ég ætla að setja eitthvað smá lag undir. Ég ætla að setja Clubbed Up. Já, ok, jú. Svona. Hvað? Ingi, byrjað þú núna? Ingi byrjað, já. Ég byrjað. Þú var bara að rissa mig. Þú fær svona cirka mínútu. Ímyndum okkur sem á klubbum. Ég byrja ekki að stelpum, sko. Ok. Það verður að gera. Það var húðalegt. Ok. Þú lappar upp með. Já, what's up? Já. Yo. What's up, maður? Maður, byrði ég að gælla? Nei, ok, byrjum upp að þig. Jesus Christ. Svona, ég er að dansa svona. Nei, já, lýstu þessu, jú, dansaði. Ok, ég er bara svona, ég er bara með hérna vatn í hendinni, skilur. Ok. Og ég er svona, ég horfið til hliðar og ég sé þig, skilur. Fine, bitch. Ok, og já, búm, byrja, eitthvað. Sælar. Hæ. Hvað segirðu? Hvað meinar ég bara, Vá, hvað það líður að segja. Nei, hvað segirðu bara? Ég ekki alltaf góð það? Jú, bara okkur, hvað meinar Hvað segirðu? Ég er bara góð, ég er bara í stuði. Já, ertu skemmt að þeirra? Já. Gekkja, heyrðu, hérna það er bara númerið þetta. Hvað er bara númerið þetta? Okkur. Nei, ok. Við glemum þessu bara. Jesus Christ. Oh my god. Það var ekki það, ég sagði bara ég var sælar. Þetta er versta bara hvernig þú sagðir þetta, sko. Nei, þetta er hræðilegt performance. Ég get ekki verið að reyna við unnar, skilur. Ok, já, þú var bara að setja þér stærleika, sko. Þannig að, ok. Spila þetta lag. Það var bara sami, ég ætla að hendi eitthvað annað, ég ætla að hendi C-3PO hérna. Þetta er svo óþægilegt, sko. Ok, nei, það verður eitthvað meira sexy, ég hendi í... Nei, ég held bara aftur í, maður sjá, fokkaðu klúbnum, já. Já, strákar. Ok. Shit, hvað það myndi. Hæ.
Hæ? Hvað segirðu? Bara góð, sko. Hvað heitir, sorry, ég ekki skríti. Hvað heitirðu? Hvað, góð það? Tinna. Tinna, blessu Tinna. Hvað segirðu? Bara gaman í kvöld og bara flott, eða? Já, veist, já, bara gaman. Þú skemmta þér? Já, ég er bara góð, sko. Með einhverjum vinkonum og, já, bara smá stelpukvöldina, ég er ekki ein. Og þetta ekki skríti? Næs, stelpukvöld, það alltaf gott að hendi svona stelpustráka eitthvað koncept. Hæ? Nei, það er bara skemmtilegt að þessu, það er bara gaman að þessu. Já, bara mjög gaman, sko. Já, já. Ertu bænum, eða ertu... Nei, ég er þetta frá Selfossi, en ég, bý í bænum núna, já. Það er svona sveitin, sko, Selfoss, sko. Já. Það er smá svona sveitin, sko, ég á bústaði Gríms. Já, oh my god, já, geggja. Rétt hjá, sko. Já, ok, geggja. Já, skemmtilegt, gaman upp í bústað, sko. Já. Hvað er þetta að drekka? Hvað er svona drink of choice? Bara, Apple Spritz, sko. Nice. Einmitt svona típisku gæludrykkur. Já. Ég ætla að fara bara með stelpunum minna, bara geggja gæi. Ok, ég heiti Tómas Bæði, bara svona ef þú vildi vita. Ok, já, þetta var Desiree, Er ég sátt sena? Já, þetta er líka. Ég heiti Tómas Bæði. Ok, já, þetta var samt, eins og Ingi var það lélegur að Tómi vann þetta. Tómi allan reyndi betur, Ingi, þetta var bæði hræðilegt, þetta var mjög vandræðilegt, en Tómi, ég fílar samt alveg að Tómi var einmitt bara svona... Ég held áfram þótt þetta var, eins og ég sagði bara, jó, hæ, og þú bara eitthvað, what the hell, út af þú sagðir, hæ, hvað segirðu? Hæ, það er ekki allt í góðu? Nei, það er bara mjög skrítið, þið spyrjuðu báðir saman. Það var aðeins svo spontant hjá mér, ég veit ekki hvað ég var að gera, sko. Já, það var svona vel gert hjá þér, Tómi, en ég sem bara stíði, sko. Þannig að þú fækst þig og þetta er samt, Ingi vinnur sína fyrstu, hvor er betur kemur, 3-2 Ingi! Já. Til hamingju með fyrstu fucking kennuna maður. Heyrðu, sjálf. God damn. Ég þarf að vera í gír fyrir svona stöff, maður. Ég veit. Það var lélegt. En þetta var vel gert hjá okkur. Þetta er helviti góð keppni, hvor er betur? Þetta er góð keppni. Nei, já, ég heiti Tómas Bæði. Ég heiti Tómas. Þetta var vel skemmtilegt. Þetta var vel gert hjá Tómi, sko. Þetta er ekkert... En það stelpur eru erfiðar, sko. Ég var spilund erfið. Já, þetta er samt ekki taktikinn sem ég nota alltaf, sko. Því að einn skottur eru ykkur báðir, sko. Þeir eru annars bara screwed, sko. Það er bara eitthvað bull, sko. Nei, málið ef ég tala um stelpu, ég tala bara. Ég er ekkert eitthvað, skiljum. Ég er ekkert eitthvað put on, skiljum. Nei. Ég bara, já, ég veit. En, heyrðu, þá er komið að nýja stöðfyrir, við ætlum að fara í fucking síma. Það er komið að því, maður. Við erum að testa eitthvað nýtt hérna. Ok, svo ég útskýra aðeins í byrjun. Við ætlum að ringja í gæludý.is. Ég er búinn að vera með þessa hugmynd, sko, í 3 ára. Ég fekk þessa hugmynd. Sorry fyrir það sem að vinna þar. 3 ár, maður. Það er bara lengri en Tóma 2 ára. Ég veit það, já. Ég fekk þessa hugmynd að ringja í gæludý.is og koma með eitthvað svona bull hundategundir, eitthvað hundategundir sem er ekki til dæmis svona Turkish buffer, bara eitthvað svona. Spyrja þau hvort að þau séu með eitthvað fóður eða veitum með eitthvað svona, getur eitthvað aðstoð með þessa tegund því að ég er nýkom með þetta eitthvað og hann að pæla eitthvað hvernig maður haga þessu og alltaf pissa eitthvað vesen að þeim og ég ætla bara að spyrja mitt hvort að veitum eitthvað svona. Ég er búinn að skrifa niður nokkra tegundir hérna og ég ætla að prófa að sjá hvað gerist þegar þau heyra þessa tegund sem eru væntanlega ekki til, sko, augljóslega ekki til. Þannig ég er ekki bara að pröfa að breyta og Ingi ætla svo að hann ætla að hringja aftur og hann ætla annan koncept að hundurum það er svona að þú hafi borðað hundamat ég borðað hundamat og fór í maðan á mig. Já, fór í maðan í maðan þú borðað eitthvað blautt hundamat út af því að hundurinn vill ekki borða þetta og þú vilt ekki sóa þessu, þú vilt ekki hendi þessu þannig að þú ákvæmst að borða þetta en það fór ekki alveg nógu vel í Er það að fara að hengja sömu dýrabúð? Við ættum kannski að hengja aðra dýrabúð Ég ætla að sé einhverja 4 eða eitthvað. Ég ætla að hengja gæludý.is. Það er náttúrulega eini kef eða eini Njálvík. Já, bara nýbúið að opna hérna. Já, það er svona gæludý.is. Já. Ok, let's go, hendur bara í fyrsta símtalið. Fuck it. Ok, maður sjá, er þetta allt sama hérna? Hún er líka risa stór, búinn. Já, mitt. Þannig að, ok, fuck it, ok, ég ætla að mjúta ykkur, lækja ykkur. Ok. Getur samt ekki, ég vil heyri þér, skiljum mig. Já, þú heyrir. Mjúta bara mækana. Þú með heyri mér, sko. Löpið hérna ég, ok, svona, og við erum svona. Mánuður tökunum, já. Ok. Fuck it, ég er svona stress, hvað sér ég? Erum við í símanum? Já, þið er í símanum, sko. Ok, þetta verður skrítið maður og ég ætla að involva mögulega Inga eitthvað nýtt eins og þessi pabbi minn eitthvað svona. Ok.
Ok, shit, let's do this, maður. Fyrsta símaðið. Já, góðan daginn. Gælitur.is, góðan dag. Já, góðan daginn. Er þetta í Kópavogi hjá okkur eða ekki? Jú, Smáratorgi. Jú, geggjað. Heyrðu, ég var veltaði fyrir mér. Ég býna að bli Mós og ég ætlaði bara að ringja svona áður en ég legg með leið þarna. Ég að pæli, sko, ég var að fá ég var að taka við, vinafólk okkar var að losa sig við hund og ég að veltaði fyrir svona hvaða fóður ég að kaupa fyrir hann. Það alveg spurning hvaða fóður hann hefur á. Já, þetta er Turkish Buffer, svona einhver blendingur. Veistu eitthvað hvernig þeir hafa verið hvernig mat þeir hafa verið að borða þetta? Það rosa mismunandi hvað fólk velur þeim rosalega margar gerðir afturfóðri og blauðmat. Það rosa margir sem að kaupa akan, að geta keypt breytt. Já, það er eitthvað svona lífrænt. Já. Ekki kannski þetta lífrænt, en þetta með hátt í hlutfalli próteini. En veistu eitthvað hvað myndi henda þessi tegund sérstaklega, Turkish Buffer? Hvaða tegund Turkish Buffer? Ég minnir pabbi, var þetta ekki, hvað tegund aftur, Tóti? Tóti? Já. Turkish Buffer? Já, hann segir Turkish Buffer, ég veit ekki hvort það sé eitthvað rugglast. Er þetta eitthvað villugöndum minna eða? Hljóma svolítið eins og eitthvað grín. Já, ég veit ekki hvort að hann var eitthvað stríða okkur svona sem gaf okkur hundin, sko, en þetta var eitthvað svona blendingu, hvort það var eitthvað svona við vorum áður nefnilega með eitthvað svona japanskan Shimon Kitazawa og ég var að, geti kannski það eitthvað hjálpað, þetta er svona miðlungs, eitthvað svona með mjúkan feld. Hringir þetta ekki nærmum bjöllum? Nei, það ringi eitthvað bjöllur því að þessi tegundur ekki til. Já, ok. Það er skrítið, ég veit ekki. Það er kannski máli, já. Það er kannski, en sko, við erum líka með annan einna sem við erum að passa bara og það er svona Cleveland Cardolerian, Spaniel eitthvað. Ég er svo lélug með nöfn, það getur verið í sig okkur villigötum hérna, en þú kannast ekkert við þetta eða? Nei, það er bara ágætt fyrir að koma bara með hundin að Já, þá getur verið bara fræst bara meira með þér með hundin. Já, er það alveg hægt að má alveg koma hunda að inn? Já, ef það er ekki hér þá veit ég ekki hvað. Já, ok, ekki það. Já, ég þakkaði kærlega, ég kom ekki bara með það þá. Ég veit ekki hvað. Þakkaði kærlega fyrir. Já, góðan dag. Takk. Bless. Maður, þetta er svo ég fokkaði upp með röddinni þetta var góð rödd, þetta er svo óþægilegt maður, ég á svo erfitt með að gera síma þetta var mjög óþægilegt ég er með svona þannig svona gen í mér að mér finnst svo óþægilegt að pranka, mér finnst það vont, sko, ég fæ svona illt í magann, ég skil alveg svo Aron Valur, þið veit ekki það á TikTok, hann elskar að pranka, hann alltaf plata mig eitthvað, falla myndaðalag, tjekkið á því, Aron Valur á YouTube, við erum frá að droppa öðru annað vídeo, frá með kringleina og eitthvað sitt, en eins og sé, ég fæ bara svona í magan, bara svona, finnst svo óþægilegt að pranka, ég reyndi að halda þess að gáður, bara að droppa ykkur öndi, þetta er bara ekki til, líka, ég held að hann fatta alveg ekki undir lókinn, þannig að sagði, gáðum með Turkish Pepperinn, þetta er líka, ég lendi á einhverjum, það hefði verið betra, þetta var gott, sko, ég held að það hefði betra að lenda á einhverjum svona, einhverju yngri starfsmæði, þessi var svona, hann lúkkaði svo væri bara einhver sérfræðingur, sko, þetta er bara ekki til. Þetta er ekki til. Blautmatur, þurrmatur, hvað ertu? En, heyrðu, við hendum hundamatinn og ég held að ég get hringt í, sko, gælitir.is eitthvað annað útibúð, ég hringdi Smáratorg. Já. Ok, herri, þá ringi ég bara og þú ert alveg með, veistu cirka hvað það að segja? Já, er ekki bara, herri, og já, reynda að halda þessu gangandi svolítið. Já, bara, herri, ég helgina, vertu svolítið óþægilegur. Ég ætla að vera bara svona, ég er svona stressaður, óþægilegur og, já. Ok, let's do this, ok, við ætlum að byrja að ringja hérna. Er ég búinn að vera að gera þetta í langa tíma, eða? Nei, þetta er nýbúinn að gera. Ok, já, ég er bara nýkomin af klósettinu. Ok. Nýkomin af klósettinu bara. Ok, þetta Já, góðan daginn.
þetta dýraland? Þetta gæludýr.is. Gæludýr.is, ég er búinn að, ég lendi smá vesenni hérna á hann, ég er búinn að vera, sem sagt hundurinn minn, hann svona border collie, ég keypti svona blautan hundamat fyrir hann á hann. Og ég sem sagt, hann var að reyna að gefa honum þetta og hann sem sagt, hann vildi ekkert matinn, þetta var svona chicken eitthvað og ég er mikill mjög mikið á móti matarsóun og ég sem sagt ég reyndi allt til þess að gefa honum þetta en hann ætlaði ekkert að borða þetta sem sagt en ég einmitt hérna ég ákvað að bara ég bara nartaði eitthvað hans í þetta og þetta sem sagt ég endaði með því að klára þetta en þetta bara farið hræðilega í magann hérna er þetta eitthvað hættulegt ég er einmitt búinn að spurja hérna ChatGPT hérna en þeir eru ekki að koma með neitt svar þeir segja þetta Blautmatur náttúrulega bara pjúra kjöt sko þannig þetta á ekkert að vera neitt hættulegt þetta hann að þetta eitthvað illa í hann það hann bara ekki að borða þetta já, einmitt þannig þetta er einmitt ég með stingu dálítið þetta er alveg hræðilegt í maganum er þetta hrátt nokkuð eða? Nei, þetta er hitað sko já, en ég hitaði þetta ekkert sko Nei, þetta er nú þegar hitað þegar þetta er búið til sko Getur maður nokkuð fengið eitthvað svona matræði, salmonella eða eitthvað sérstakt svoleiðis? Nei, alls ekki, af þessu hundar geta ekki fengið þá verið sko. Nei, einmitt, ég borðaði þetta sko. Eins og ég segi, ég er svo á móti matrarsóun og ég er bara búinn að vera á klóstunni bara seinustu 2-3 tíma sko. Þetta er alveg, þetta er eitthvað sem að ég get borðað til þess að bæta við eða eitthvað svona ég er búinn að drekka mikið vatn sko Já, það er rosalega lítið sem þú getur gert ef þú er búinn að borða einhvern hundablautmat sko Hafið þið fengið svona áður eða? Nei En það á ekki að vera neitt þetta er eiginlega bara kjöt sko þetta á ekki að vera meira mikið vandamál Heldur að þetta mun hætta heldur þetta verður nokkuð í nokkra daga eða Allt eftir hvað líka með þinn segir sko Já, þannig ekki að taka þessu vel sem sagt en já, ég laga þetta ég finn út úr þessu allavega Já, takk fyrir Þetta var Við fannst þetta allavega alveg Sér hvað það skrítið síntalmaður Þetta var líka svo gefið Endur svo góðan gæ Hann var ekkert að sessa Þetta var eitthvað grín eða neitt sko Oh my god Ég var líka Við fengið svo ráður Nei Ég var líka Óf maður Þetta var Núna ég skil ekki okkur ekki löngu búin að gera síma Þetta er ekki eðlilega gaman maður Já það var hann alltaf á plani Það var að plana að henda allt í síma Gerum þetta svona annað hvað dátt Stefnum á það Það er alltaf gott sko Mér langar smá að taka eitt styrk núna sko Ég held að við hefum ekki tíma Það var svo sem Já, það Já Í næsta þetta Tökum næstu þetta En í þessi gæludýr búið er gott Við tökum það eitt mál aftur setna Gæludýr búið eru góða sko Þetta fucking steik maður þetta var gott Ég var bara kappið með hlátur líka Þetta er að fara svo illa Þetta er að fara líka paranoia Þetta er nokkað rátt Það var líka eins og Austin bara búinn á þig sko Þetta er búið að vera alveg bara Ég var hræddur um að Prumpuljóðan myndi láta hann segja hvað er þetta ekki að grína En hann var ekki hann hélt bara feysi sko Það var svo gott sko Mér langar að spila þetta bara hjá honum sko Ég var ekki fyrst ekki að hikandi Ég ætla að gera því svona seinna í símtalunni Ég held að það myndi Prumpuljóð, það er alltaf fyndið sko Alright, heyrðu, við ætlum að kalla það gott í dag Þeir eru búinir, fuck 50 þáttur að Gaurum með stæla komið Þetta var helviti skemmtilega þáttur Þetta var góð þáttur Þetta var gaman, maður er byrjað að elska þetta Við hendum í fleiri símaðut 100%. Já, fleiri sem gerum það í næstu viku með gestastjórnanda út af því að Tommi, segja okkur aðeins hvað fyrir gerst Já, ég er að fara til tenni bara eftir smá verði burti
verði burtu í einhverja 1,5 viku. Já, en það kemur ekki sístur síðari gæi í ekki maður í mannstaf ákveðin liði. Þannig að það kemur hann að Leyni það kemur gestastjórnandi. Já, gestastjórnandi. Við viljum ekki gefa þau fyrir hann að bara þáttunum kemur út. Við munum tísa eitthvað. Við einu skynum sagt þetta er TikToker. Þetta er TikToker. Getur við sagt hvað kyn? Já, ég segi þessi kallkyn, já. Þetta er hann. Hann verður... Er þetta kallkyn? Ég veit ekki, kannski, við erum að spyrja bara. En já, þetta verður gett og þetta var ég, Ingi og þessi gæi og þetta verður gett. Við 100% tökum ekki síma með honum. Látum hann gera. Já. Fokka, það verður gott með þér. Það láta hann sitja hér, eða? Já, hann kemur fyrir þess. Ég veit að þessi maður svitna mjög mikið, sko, og verður að passa þig, sko, Nei, þetta er shit. Ég held að við ættum 100% takingu símat með honum. En bara takur þáttinn GSM Gang, þið veitir hvað ég gera þegar fara og kommenta hvað ykkur fannst gott, fleiri símaðut, ef að gera koma hugmyndir að símaðutum, hvað ykkur fannst skemmtilegt í liðunum, takið þátt í liðunum, þú veist, komið skoðanir, eitthvað okkur, eitthvað finnst ykkur að fyndi skemmtilegt, eitthvað skoðanir bara á podcastinu, endilega drop a like and subscribe, followið á Spotify, TikTok, Instagram. Næsti þáttu verður geggjaður, ég get lofa því. Epíkur? Vil ég mögulega ringi mig og FaceTime á poddinu? Já, við gætum sjekka það, við ringjum og fá svona update frá hvernig er hana? Við kannski screenrecorda og við setjum það inn á poddi og bara eitthvað svona stemming. Ég Sunshine, þetta er bara fyndið. Já, gerum það, en bara elskum ykkur öll, GSM Gang. Takk fyrir að hlusta, byrja ég að finna átrúlega. Og síðast en ekki síst, gleðilegan mánudag og njótið dagsins. Yes sir. Eða gleðilegan þriðjudag, miðvikudag.